137. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. Fundurinn haldinn 12 kl. 17 þar 7. febrúar 2018. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Alexander Ragnarsson, Gunnar Þórarinsson, Kristinn Þ. Jakobsson, Árni Sigfússon, Ingigerður Sæmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Baldur Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni. Það eru 4 mál á dagskrá fundarins. Þau eru fundargerðir bæjarráðs frá 18. og 25. janúar og 1. febrúar. Númer 2 fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 17. janúar. Númer 3 fundargerð barnaverndarnefndar frá 22. janúar. Og númer 4 fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 23. janúar. Tekinni fyrir fyrsti dagskrárliður en það eru fundargerðir bæjarráðs frá 18. og 25. janúar og 1. febrúar. Þetta eru 3 fundir vegna þess að í janúar voru 5 fimmtudagar. Og ég vil nefna það hér bara í fyrstu fundargerðinni. Þar er í 6. lið lögreglusamþykkt sveitarfélaga sem að við fengum skilaboðum að einhverju væru að laga til eitthvað orðalag. Þannig við munum leggja þá lögreglusamþykktina fyrir sérstaklega á næsta fundi til fyrri umræðu. En orðið laust fundargerðirnar. Böðvar Jónsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Aðeins er kannski 2 mál sem að mig langar að nefna sem að koma fyrir í fundargerðum bæjarráðs og það snýr kannski það fyrra af starfsmannamálum og þeirri ákvörðun að fara í ráðningu á 2 starfsmönnum hér inn á bæjarskrifstofu. Verkefnastjóra fjölmenningar sem að er í sjálfu sér jákvætt mál og við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins tókum undir. Það yrði ráðinn þó að það hafi komið okkur á óvart að meirihluti skyldi ekki vera sammála því og því sjónarmiði að þessi einstaklingur skyldi tala pólsku og það yrði skilyrði fyrir hans ráðningu. Þetta er auðvitað starf sem var hér til. Voru í 2 starfsmenn, 2 konur sem að sinntu þessu með ágætum hætti. Það var reyndar ákveðið vandamál og það var bent að það hefði verið heppilegra að einstaklingarnir hefði verið að gagnstæðu kyni. Það er sjónarmið sem við komum á framfæri og það var nú ekki talið ástæði til þess að taka heldur til greina en sérstaklega þótt okkur nú einkennilegt að menn skyldi ekki setja það sem skilyrði að viðkomandi talaði pólsku þar sem að þessi einstaklingur var nú fyrst og fremst að ná til íbúa af erlendu bergi og þar er það bil helmingur þeirra sem eru Pólverjar og tala pólsku. Þannig að 2000 af þeim einstaklingum sem hér er að ræða eru af pólsku bergi og hefði verið afar heppilegt að viðkomandi gæti tala þeirra tungumál. Það er auðvitað ekkert sem að kemur í veg fyrir að viðkomandi geri það en mér hefði fundist eðlilegt að það hefði verið sett sem skilyrði. Annað eins er nú sett sem skilyrði og það er í sjálfu sér ágætt þegar það er verið að ráða hér inn á bæjarskrifstofuna. Þá eru oft sett ansi stíf skilyrði í ráðningarferlinu. Yfirleitt krafa háskólamenntun í störfum sem ekkert endilega þurfa háskólamenntun en það er hins vegar ágætt stefna og þess vegna hefði þetta verið mjög eðlilegt að þetta hefði verið gert. Nú hitt starfið er svo hins vegar kannski svolítið óskilgreindara, verkefnastjóri viðskiptaþróunar og það er starf sem við töldum ekki ástæðu til að ráða í núna og lögðust í raun gegn og kannski fyrst og fremst vegna þess að þessi verkefni eru núna inni hjá Heklunni og sameiginlegu
forræði sveitarfélagana og síðan það nú þannig að þeir sem að hyggjast koma hingað að setja upp einhvers konar atvinnustarfsemi sem að væntanlega á nú að vera fyrst og fremst verkefni þessa starfsmanns að þeir aðilar vilja nú yfirleitt fyrst og fremst tala við bæjarstjórann og byrja yfirleitt þar eða þá hafnarstjóra sem að hefur þá með málefni tengdrar starfsemi að gera. En það auðvitað athyglisvert það sem að uppkom í þessari umræðu og þær upplýsingar sem við fengum að á þessu kjörtímabili hefur starfsmönnum sveitarfélagsins eða það er að segja starfsmönnum bæjarskrifstofunnar fjölgað 20%. Og það athyglisvert í því ljósi að hér hefur heilmikið verið rætt það að það var farið í heilmiklar aðgerðir hér í upphafi kjörtímabils, sársaukafullar aðgerðir og meirihlutinn lagði hér í heilmikil átök við minnihlutann þau mál í þeim tilgangi að keyra niður launakostnað og taldi að hér væri of mikill kostnaður tengdur launum og launatengdum gjöldum, yfirvinnu og bifreiðastyrkjum. En síðan hefur komið í ljós að hér hafi fjölgað 20% og þá núna ríflega 20% þegar þessi tveir starfsmenn verða komnir til viðbótar. Þannig að maður velti fyrir sér hvort að þessi sparnaður sem að lagt var upp með að yrði af þessum aðgerðum, hvort að hann hafi skilað sér. Og mér finnst því ástæða til þess að í svona framhald af þessu að við fáum þá upplýsingar það og ég myndi óska eftir því og mun gera það bara skriflega til bæjarstjóra að hann afli upplýsingar það hver heildar launakostnaður hefur orðið á bæjarskrifstofunum, laun og launatengd gjöld í þeim störfum sem að tengjast hér, Tjarnargötu 12, árunum 2014, 15, 16 og 17 og sjá hvort að þessi sparnaður hefur þá náðst sem að heilmikið hefur verið rætt Og þá þurfum við auðvitað að horfa á sama mengi. Nú auðvitað þannig að því að hér hefur fjölgað svo mikið að þá hefur nú ákveðnum störfum verið úthýst. Það að segja þau hafa verið flutt í önnur húsnæði. Þannig að við þurfum auðvitað að hafa sama mengið undir þó svo að einhverjir starfsmenn sem hafa hugsanlega verið hér séu komnir inn í önnur húsnæði eins og á Dústorfunni. Þannig að við fáum bara þennan samanburð, raunverulega samanburð, hvernig þessi kostnaður og hvernig hefur hann þróast á þessu kjörtímabili. Hitt atriði sem að mig langaði að nefna hér, það tengist ferðaþjónustu fallara og þeirri ákvörðun meirihlutans að taka upp gjald fyrir það. Og eins og menn sjá að þá lögðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og með stuðningi bæði fulltrúar Framsóknarmanna fram tillögu það að það yrði ekki tekið gjald fyrir ferðaþjónustu fallara. Það var ákveðið hér á síðasta ári að taka upp gjald sem að næmi 150 krónum á hverja ferð. Það var reyndar aldrei tekið upp og aldrei látið taka gildi þar sem að þetta var auðvitað verulegur kostnaður fyrir fatlaða. En síðan var ákveðið þá í framhaldi og sú tillaga sem að lá fyrir var að fara með þetta gjald nánast niður í ekki neitt og þess vegna töldum við eðlilegra að það væri bara fellt alveg niður. Það væri ekki verið að leggja gjald á til dæmis fötluð börn. Og vissulega þetta ekki stórar tölur og einmitt kannski þess vegna, af því að þetta eru svo litlar tölur, að þá var þetta nú í raun bara hallærislegt af meirihlutanum að vera að keyra þetta mál áfram. Og í raun fannst mér nú vera þannig að því að tillagan kom frá fulltrúum minnihlutans, að þá var nú eiginlega ekki hægt að samþykkja það. Þá var það að fella það og leggja á gjald á börn sem að ferðast hér og tekjurnar sem af því hlýst kannski 70, 80, 90.000 krónur á ári.
á sama tíma, fundinum og undan eða eitthvað slíkt, þá vorum við nú að fara yfir 11 mánaða uppgjörið fyrir árið 2017, þar sem að tekjurnar voru 1000 milljónum hærri heldur en áætlunin. Þannig ekki nú hægt að segja að þessi upphæð sé að hafa einhver veruleg áhrif á tekjuliðina í reikningum. En aukning teknanna auðvitað athyglisverð og kannski enn eitt dæmið það að áætlanirnar sem við erum að fara yfir eru ennþá kolrangar eins og ég hef svo sem áður bent á. Og það vissulega betra að tekju áætlunin sé röng í þess átt, en það mjög óþægilegt þegar þetta svona langt frá raunveruleikanum og menn setja hér fram tölur sem að ég óttast að séu alltaf skrúaðar niður úr öllu valdi í einhverjum sérstökum tilgangi. Og meirihlutinn leggur þá hér fyrir okkur í minnihlutanum rangar upplýsingar. Og eitt af því sem við þurfum einmitt að taka upp og við ræðum þá í bæjarráði næsta fimmtudag, það álagning fasteignagjalda, sem að ég óttast að við höfum fengið líka rangar upplýsingar hverjar yrðu á þessu ári. Væntanlega vita allir bæjarfulltrúar hér og hafa allir orðið varið við gríðarlegar hækkanir fasteignagjalda og mikla óánægju bæjarbúa með álagningu fasteignagjalda á þessu ári, og þær upplýsingar sem við fengum og voru lagðar inn í bæjarráði, að þær voru að álagning væri að hækka 11% og það var tekin ákvörðun að lækka prósentuna 4%, þannig að gjöldin átti að hækka að jafnaði 7%. Þannig var gert ráð fyrir þessu í aðlögunaráætluninni. Og það voru þær forsendur sem við gengum út frá, en það verður fróðlegt að skoða þetta á fimmtudaginn, hvort að þessar tölur sem voru þá lagðar inn af hálfu meirihlutans eru réttar. En í lokin þá langar mig að óska eftir því að fá upplýsingar frá bæjarstjóra stöðu á frágangi samninga vegna F-sins, skiptingu á F1 og F5, og hvort að búið sé að ganga frá þeim samningum, hvort sé búið að undirrita þá, og hvort að það sé frágengi mál eins og aðvarstand. Takk. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við bara aðeins að bregðast við ræðu bæjarfulltrúa Böðvars. Það nú bara þannig að við erum nú ekki sammála þessari söguskýringu bæjarfulltrúans. Við töldum nauðsynlegt að með tillit til þeirra íbúaþróunar sem orðið hefur hérna á Suðurnesjum að ráða verkefnastjóra fjölmenningamála og til að hafa yfirumsjón með þessum málum, skoða stefnumótun til framtíðar og reyna að koma okkur í gírinn í þessum málum. Það ljóst að við erum að leggja mikinn metnað í þetta mál og við þurfum að gera það. Hérna komin 1/4 íbúa Reykjavíkurbæjar eru erlendu bergi brotnir og við gerum stífar kröfur til þessa aðila. Hvort að í framhaldinu verði bætt í þjónustu við erlenda íbúa með því að ráða einstaklingi þjónustuver sem tala pólsku má vel vera, en eins og kom fram og bæjarfulltrúinn nefndi að þá það ekki skilyrði að kunna pólsku í þessu samhengi. En ég held að þetta sé mjög þarft verkefni og bráðnauðsynlegt og hefum kannski átt að gera þetta mun fyrr, en ég hef mikla væntingar til þessa starfs og trúi því að við séum að fara rétta leið. Varðandi verkefnastjóra viðskiptaþróunar, þá snýr málið öðruvísi við að við höfum verið
og það er rétt hjá Bæjarfulltrúa Böðvar að við höfum náttúrulega unnið með Heklunni í gennum tíðina, en við teljum það sé nauðsynlegt að efla þetta starf hjá okkur hérna í Reykjanesbæ og ekki síst til þess að það er rétt sem Böðvar hefur nefnt að bæjarstjórinn hefur verið að sinna þessu að hluta til en ekki veitir af að hann sinni framkvæmdastjórn bæjarins og það sé fenginn annar aðili til þess að taka á þessum málum. Það er bara verulega nauðsynlegt fyrir okkur hvernig við ætlum að sjá og vinna stefnu til framtíðar. Það er að breyta sveitarfélagið okkar verulega, þetta er að vera stórt þjónustusvæði í ferðaþjónustu og okkur veitir ekki af að hugsa hvernig ætlum við að vera, hvers konar samfélag ætlum við að vera, hvaða störf sjáum við, hvernig verður breytingar á störfum og hvernig er framtíðin. Það er líka nauðsynlegt að það komi fram að Heklan er að vinna fyrir Suðurnesin í heild sinni og vinnum mjög lítið af verkefnum sem eru bundin við eitt sveitafélag. Þannig að samanburðið Hekluna og þetta starf er ekki alveg rétt mætt. Ég held að þetta sé nauðsynlegt, okkur hefur skort að horfa dálítið lengra til framtíðar, hvert við ætlum að þróast og þess vegna teljum við í meirihlutanum nauðsynlegt að gengið verður frá ráðningu í þetta verkefni. Og hefðum í reynd vilja ganga frá þessu ráðningu fyrr, en þetta er svona búin að vera mjallast. Þannig að ég er ánægður með það að við skulum auglýsa þessi 2 störf og hlakka til að byrja að vinna með þessum aðilum. Hvað varðar fjölgun starfa, þá auðvitað verður það skoðað og þessi ósk Böðvars að fá nánari greining á því, auðvitað gerum við það. En að bera þetta saman við þegar þessi meirihluti tók við, þegar við fórum í sóknina, að það var allt annað mál. Þar Böðvar veit að við vorum þar að skera niður rekstrarkostnað, hérna var yfirvinna gríðarlega mikil og akstursstyrkir mjög miklir og við þurftum að jafna þetta út með önnur sveitafélög og þetta voru átök það og minnihlutin var andstæður þeim hugmyndum okkar. Við höfum aftur á móti verið að bæta í þjónustu við íbúa, hvort sem það er á velferðarsviðinu eða í fræðslumálunum og teljum okkur hafa gert vel í að vernda og gæta að barnafjölskyldum og þeim sem minna mega sín í þessu samfélagi og fyrst og fremst hefur fjölgunin verið á þeim sviðum. Aðeins varandi strætó, í upphafi þegar var verið að ræða gjaldtöku í strætó og þá var ráðgjafinn sem vann með okkur, sérfræðingur á þessu sviði sem lagði það til við okkur að það var ekkert sem héti sem var ókeypis, allt kostar eitthvað. Og hann lagði brýna áherslu á það við okkur af sinni reynslu, 20 ára reynslu í þessum bransa að það yrði að kosta í strætó. Og þess vegna var þessi leið ákveðin að hafa árgjald 5.000 krónur á ári sem er nú ekki mikið og 2.000 krónur fyrir börn og fatlaða. 2.000 krónur á ári fyrir þjónustuna finnst mér nú ekki mikið. Hvað þá 5.000 fyrir almennan íbúa og þetta er náttúrulega margfalt lærra heldur en gengur og gerist eins og til að mynda í strætó í Reykjavík. Það sem munar 4-falt eða 5-falt á verðinu. Eftir smá örðuleik í byrjun er þetta farið að ganga vel. Það er umgengni hefur batnað bifreiðarnar, skrýðslæti hafa nánast horfið og að sögn þess sem sér strætóin hjá okkur að þá er þetta bara að ganga mjög vel og hann hefur engar kvartanir með eitt eða neitt í þessu sambandi. Þannig að við teljum að þetta sé að ganga vel og og ég er enn sannfærður þessi rétt ákvörðun að rukka fyrir fargjaldið. Enda af hverju ætti að vera ókeypis. Annars sem ég vil nefna í þessu sambandi, af því að Böðvar ræddi tekjuáætlun eða áætlanagerð sveitarfélagsins, það er rétt hjá Böðvari að áætlanagerð er ekki auðveld og við sáum það á fyrri árum, þar sem bæði tekjuáætlun og kostnaðaráætlun og gjaldahliðin var yfirleitt röng.
Í dag það þannig að gjaldahliðin er að standast verulega vel, en tekjuáætlunin er lakari, er betri en við áttum von á, enda hefur fjölgun íbúa hérna í Reykjanesbæ náttúrulega verið ótrúleg. Og ég hefði aldrei getað spáð því að þetta myndi gerast eins og hefur gerst. Að fjölgunin hérna er 84.000 manns á kjörtímabilinu. Hver hefði trúað því? En munurinn kannski á þessu öllu saman er að tekjurnar eru meira en við gerum ráð fyrir og sérstaklega eins og bara nefndi fasteignagjöldunum og fasteignaskattinum en munurinn er reyndar ekki svo mikill eins og halda mætti. Það hleypur kannski á 30-40 milljónum umfram það viðmið sem eftirlitsnefndin sett okkur. Og ég vil kannski benda það í þessu sambandi að þó svo að tekjurnar séu meiri en við gerum ráð fyrir, að þá mun það koma íbúum til góða með niðurgreiðslu skulda. Og við erum að reyna að setja fram ný viðmið og önnur vinnubrögð að eyða ekki öllum peningunum strax og við fáum það inn. Heldur reyna að skapa hérna betri samfélag til framtíðar, halda utanum peningana þegar þeir koma inn og gera framtíðina betri fyrir okkur, skulda minna og gera okkur hæfa til að takast á við þau verkefni sem framundan liggja. Og þau eru ærin. Fjölgun eins og svo sem hér hefur verið, kallar á nýja skóla og nýja leikskóla og innviði og það er mjög dýrt. Það vita allir sem hér er inni að eitt erfiðasta sem gerist í sveitarfélögum að þegar fjölgun verður mikil þá er það mun dýrt. Dýrara heldur en ef fjölgunin er minni. Og ég þekki ekkert sveitarfélag á Íslandi sem hefur lifað almennilega af þegar fjölgun verður meira en 4-5% þar sem fjármálin fara ekki til fjandans. Og við ætlum bara ekki að láta það gerast hérna. Við ætlum að vanda okkur vel og það er tekist hingað til og við ætlum að halda okkur áfram við það. Ef hlutirnir ganga vel upp, þá mun íbúarnir njóta þess. Það er alveg ljóst. Gunnar Þórhallsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir og bæjarstjóri. Hér er farið vítt og breitt fjármálin sem að eru þetta stórt mál og ástæða til að fara yfir sem og þessi ráðningamál sem að hafa komið hér á dagskrá og einnig þessi strætómál, þar sem að verið er að fjargverðast yfir því að við erum að leggja sama gjald á farmiða fyrir alla. Ég má gera ráð fyrir því, við megum gera ráð fyrir því að hér séu einhverjir, þegar börn eru að ræða, einhverjir foreldrar sem að sjá þessi útgjöld. Þannig að þetta leggst í raun og veru jafnt á alla. Mér finnst það bara sanngirnismál. Og fatlaðir halda verðingu sinni. Það er auðvitað líka hluti af dæminu. Þetta er ekki stór upphæð. Mér reiknast til þetta séu einhvers staðar á milli 170 og 180 krónur á mánuði sem að fólk er að greiða fyrir þessi strætókort. Og það er svona jafnvel íspinna. En aðeins að fjármálunum. Sko, það er auðvitað alveg rétt að starfsmönnum hefur eitthvað fjölgað hérna. Það bara liggur ljóst fyrir. Það hefur líka gerst af því að hér hefur fjölgað geyfilega og það hefur þurft að mæta ýmsum atvikum sem að
bara er nauðsynlegt að mæta. Það var nefnt hérna að við ætlum að fara að ráða fólk til þess að aðstoða betur fólk af erlendu bergibroti sem er hérna. Og það hefur orðið meiri og meiri þörf fyrir slíka starfskrafta. Og nú erum við að fara að auka það enn betur sem er nauðsynlegt. Ég er alveg sammála því að það væri æskilegt að viðkomandi mælti á pólsku. Og vona að við ráðum slíka mannesku. Hann bjóði sér fram til starfs, en það er ekki hægt að útiloka það að við fáum engan starfskraft sem tala pólsku, sem að uppfyllir öll skilyrði. En ég vona að við finnum einhvern aðila sem að getur uppfyllt þau skilyrði og tel það mjög æskilegt. Varðandi fjármálin almennt, þá eru þetta orðin mikil hækkun hérna á öllu. Tekjum, ykkur á gjöldum og fasteignarsköttum sem hér voru nefndir. Það er auðvitað út af því að fasteignamat, íbúðarhúsnæðis og fleiri og atvinnuhúsnæðis hefur hækkað gífurlega. Við reyndum að mæta því með því að lækka prósentuna sem við leggjum á íbúa vegna fasteignagjalda. Og það auðvitað þýðir það engan síður að fasteignagjöldin hækka. En af því að þetta er til umræðu, að þá er ég hérna með blað sem að ég fékk frá einum af gestunum hérna, sem að vakti athygli mína á því að afsláttur til tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti, þau hafa sama viðmið og í fyrra. Og kemur með talsvert og óvart, ég gerði ráð fyrir því að viðmiðin myndu hækka, en þau hafa ekki gert það. Og mér finnst það mjög óþægilegt, einfaldlega vegna þess að eldri borgarar, þeir eru seldur undir það að fá ekki kauphækkun bara því svona. Og mér finnst nauðsynlegt að mæta því með einhverjum hætti, þannig að tekjuviðmiðin hækki með sama hætti eða svipuðum hætti og laun hækka almennt. Ég held að flestir sjái það að þetta er bara sanngjarnt, en hér eru sem sagt álagningarseðlar og á baklínunni er gert grein fyrir því hvernig heildartekjur einstaklinga og hjóna eru settar upp miðað við afslætti, og það er algjörlega óbreyttar tekjur frá fyrra ári. Ég held að við þurfum að kíkja á þetta nauðsynlega. Bæjarstjóri Kjartan Már. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er alveg sjálfsagt að taka þetta saman sem að bæjarfulltrúi Böðvar Jónsson var að óska eftir hérna þróun launakostnaðar 2014 til 2017 á bæjarskrifstofunum í Ráðhúsinu, og að sjálfsögðu til þess að bera saman sambærilega hluti að hafa þá sömu stöðugildinni. En eins og við vitum, og hér hefur komið fram svo sem, að þá hefur verið fjölga hér starfsfólki af þeirri ástæðu fyrst og fremst að íbúum er að fjölga, en einnig vegna þess að við höfum verið aðeins að breyta eða setja meiri fókus á ákveðna hluti. Við höfum fjölgað sálfræðingum á fræðslusviði. Við fjölguðum einn í launadeild til þess að
anna betur og gera betur í launamálum, launaútreikningum fyrir starfsmenn og leið dragur álagi sem var á þeim launafulltrúum sem voru hér áður og hættu sjálfviljugir allir vegna álags. Við bættum við rekstrarfulltrúum á fjármálasviði líka. Við bættum í skjalastjórnun starfsmönnum og í tölvudeild. Þessar stoðdeildir svona sem hafa verið að vinna með hinum sviðunum öllum og svo skipulagsfulltrúa á umhverfissviði. Þetta er svona það sem að ég man eftir í fljótu bragði, en við skulum taka þetta saman líka bara með þessu yfirliti þegar það kemur. Varðandi F-ið og F5 þá er ekki búið undirrita samninga eða samkomulagið. Því miður vil ég segja að þetta hefur tekið miklu lengri tíma heldur en að áætlað var. Það er að segja þessi lokafasi. Þetta snýst orðið um orðalag og kommur og punta á réttu stöðum. Og í þessum orðum töluðum núna í gær og í dag þá satt Ólafur Ari Björn, lögfræðingur hjá Logos og okkar ráðgjafi, ásamt Ragnari Björgvinssyni sem er lögfræðingur Glitnis þrotabús. Þeir eru búin að sitja saman í gær og í dag og ég er að vonast til þess í kvöld fái ég fregnir af því að þessu sé lokið og menn séu búnir að komast að samkomulagi fyrir sitt leyti hvert einasta orð og hvert einasta staf í þessu máli. Og þess vegna er þetta mál á dagskrá í bæjarráði á fimmtudaginn. Fyrsta mál á dagskrá, viðræður við kröfuhafa, og ég er að vonast til að geta lagt fram þá endanlega tillögu að orðalagi í samkomulaginu sem slíku. Varðandi nýja lánapappíra og skiptingu milli F1 og F5, það er ekki búið og verður unnið áfram að því þegar að þetta grunnskjal liggur fyrir og hefur undirritað. Varðandi fasteignaskattinn og álagninguna böðar þá er það líka til umræðu og kynningar í bæjarráði á fimmtudaginn. En ef ég man rétt þá áætluðum við eða settum fram í aðlögunaráætlun 1550 milljónir sem við áætluðum að fá inn í álagningu fasteignaskatts og ef ég man rétt þá eru rauntalan 1580 milljónir núna. Við sjáum það betur á fimmtudaginn. Þið væntanlega konum með eða eruð að fá þessi gögn inn og sæðið ykkur mitt Reykjanes þá núna. Þannig að við getum skoðað það betur eftir. Baldur Guðmundsson. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar, gestir. Ég ætla að koma fram undir sögumálum. Það er sem sagt starfsmannamálin og síðan ferðaþjónusta fatlaðra. Varðandi starfsmannamálin byrjum þau, það er stærra mál. Þá fórum við að stað, ég man að það var lögð fram skýrsla, við vitnum í ráðgjafana, að við fáum ráðgjafa til að gefa okkur ráð okkur heilt, rýna í stöðuna og koma hugmyndir. Haraldur Líndal lagði fram hérna slatta af hugmyndum í upphafi þessa kjörtímabils, minnir mig, eða rétt fyrir. Og þar á meðal var þessi tiltekt sem svo kölluð hérna í Ráðhúsinu, að laga til ökutækjastyrkina og yfirvinnu og þess átt að fara hans yfir þetta. Og það var líka talað bara að straumlínu laga starfsemina, það að hérna þyrfti aðeins að laga til. Það kom kannski ekki beint fram hjá honum, en það var bara þeir sem eru núna í meirihlutanum og fengu verkefni að þeir lögðu líka áherslu á þetta, að þyrfti aðeins að laga til. Svo kemur í ljós núna þegar að hefur þurft að fjölga, eins og sagt er, að fjölgunu fylgir bara íbúafjölgunni. Ef að við erum alveg á pari varðandi íbúafjölgunina, en svona nála því, þá gæti staðan hafa bara verið svona alveg mátuleg þegar við fórum á stað. Það voru líka verkefni sem að starfsfólki var að vinna sem voru mjög þörf. Hér mætti mikið á
félagsþjónustunni, ég man það alveg. Þannig að það voru alveg verkefni sem að starfsfólki var að vinna og ég hef ekkert á móti því að það sé ráðið starfsfólk og bætt í til að sinna frekari verkefni. En bara að við rifjum þetta upp sko að þessu var nú haldið fram og vitnaði ráðgjafana. Sömuleiðis er vitnað núna í ráðgjafana varðandi þessa ferðaþjónustu. En við þurfum stundum sem kjörnir fulltrúar að taka afstöðu sjálf, sama hvað ráðgjafandi segja. Ég veit að einn punkturinn sem kom hérna fram var að það voru sumir að nota strætóin bara sem svona hangout, bara að það fyrir að hangi í sjoppu og það bara að hangi í strætó. Þarna hafi verið hægt að koma út ákveðnu fólki og sem sagt erlendi gestir borga fyrir strætó og svo framvegis og framvegis. En ég er ekki viss að við þurfum endilega að láta þetta ganga yfir ferðaþjónustu fatlaðra. Finnst að horfa aðeins öðruvísi við. Þetta er fólk sem kemst ekki auðvitað sinna ferða sko. Þau eru svona að hafa þessa þjónustu. Þannig að þetta er ekki háar upphæðir, þannig að mér finnst alveg sjálfsagt að við sleppum því að innheimta þetta. Og ef þetta snýst að fatlaðar haldi virðingu sinni og Gunnar Þórðarsson nefndi hérna að þetta væri nú ekki nema gjald íspinna, þá geta fötluðu börnin skipst á að færa bílstjórunum íspinna einu sinni í mánuði ef það er sem að skiptir máli. En allavega myndi ég vilja sleppa þessari innheimtu. Kristinn Jakobsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem hérna upp undir þessum málum bæjarráðs. Ég skrifaði þarna undir að ég væri sammála tillögu sjálfstæðismanna að fella þetta gjald á fatlaða niður og er ennþá þeirra skoðunar. Þetta er ekki upphæð sem að skiptir höfuðmáli í rekstri bæjarins, en Friðjón segir að eitt skal yfir alla ganga og við það stendur og það er bara meirihlutans að gera það. Nú boðar bæjarfulltrúi Gunnar að fasteignagjöld á eldri borgara séu allt of há og ég er alveg hjartanlega sammála honum því að fasteignagjöld í Reykjanesbæ eru mjög há, en þar á ekki eitt yfir alla ganga. Það á að breyta því til þess að hagræða og laga tölurnar til. Ég finnst þetta lýsir svona tvískinnung meirihlutans algjörlega og svona jaðra við svona, við erum bara komin í kosningabaráttu og það er bara málið. Ég held að og það eru fleiri dæmi þetta heldur en þessi tvö dæmi sko, sem var hægt að tína til. Mér finnst þetta miður. Það er talað að það sé sko verðbólguþróun eða sé alltaf að það sé 4 ára sveifla oft og þá alltaf í kosningaárum. Ég veit ekki sko hvort að bæjarstjórnarkosningar skipta þar máli, en það er allavega í alþingiskosningum og stóru kosningunum sem að það sést að það er alltaf árið fyrir kosningar er alltaf útgjalda hærri heldur en hinn á undan og mér sýnist það stefni í það að Reykjanesbær verði ekkert dæmi sem að ekki undan þeirri kenningu minni í miður. Mér sýnist horfa í svolítið verðbólgu hjá meirihlutanum í dag sem að bitnar á þá seinni árum. Gunnar Þórðarsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir og bæjarstjóri.
Út af þessum orðum Kristins, út af fasteignagjöldum, þá hann nú að skilja þetta pínlítið. Það hefur ævinlega verið veittur afsláttur til öryrkja og eldri borgara og það hefur verið miðað við ákveðnar tekjur, stigastigi, lækkandi eftir því ef tekjurnar hækka hjá eldri borgurum. Nú það nú þannig að það launavísitalan hefur hækkað og ég gerir ráð fyrir því að hún miðist meðal annars af því að kostnaður við að lifa hefur aðeins aukist og því það ekkert óeðlilegt að það haldi sama takti og það hefur verið áður. Það að segja að afslátturinn miðist við tekjuviðmið sem hærra en í fyrra af þessari ástæðu. Og það bara sanngirnismál að mínu mati. Og það er ekkert verið að hækka hjá einum en lækka hjá öðrum. Þetta hækkar allt saman. Böður Jónsson. Forseti, tvennt sem að kannski kom fram í þessari umræðu, þakka fyrir hana, frá formanni bæjarráðs sem að mér finnst svona ástæða til þess að fylgja aðeins hér eftir og ég aðeins áhyggjur af. Annars vegar það þá sú hugsun að starfsmaður viðskiptaþróunar sem að verið að hugsa að ráða hér inn og tekin ákvörðun að ræða hér inn, að hann að vera sá einstaklingur sem að horfa stefnumótandi til framtíðar hvernig sveitarfélag við eigum að vera, hvernig við eigum að þróast. Það að mínu viti ákvörðun sem á að taka af þeim sem að sitja hér við þetta borð en ekki af hálfu starfsmanna. Það eru pólitíkusarnir sem eiga að taka ákvörðun það hvert við ætlum að stefna til framtíðar. Hitt atriðið sem ég hjó eftir var að það væri í raun í lagi að hækka hér skatta og gjöld á íbúana vegna þess að okkur væri að fjölga svo mikið að það fylgdi því verulegur kostnaður. Og þó okkur sé að fjölga og við verðum að fara hér í miklar fjárfestingar og það þarf ekkert að segja okkur sjálfstæðismönnum að minnstakosti frá því að það kosti mikið að taka á móti fjölgun íbúa. En ef að þessi mikli kostnaður á að velta hér bara yfir á þá íbúa sem að hér búa ákkurat núna og þá sé allt í lagi að hækka hér gjöldin, að þá finnst mér það ekki vera rétta hugsunin. Kostnaður sem að hlýst af fjölgun íbúa eins og bygging skóla og leikskóla eitthvað sem verður að horfa til lengri tíma. Mun lengri tíma heldur bara nokkur ára. Og þess vegna hef ég ítrekkað sagt bæði hér og ég hef sagt það við fulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga og ég hef sagt það við þessa þingmenn sem að stundum koma hingað að 150% viðmiðið eitthvað sem að gengur ekki upp hjá sveitarfélagi sem að fjölga með þessum hætti eins og okkur og Suðurnes. Það eitthvað sem við þurfum sameiginlega að takast á við. En mér langar aðeins að fylgja eftir spurningum minni varðandi fráganginn á samningunum við F-ið og þakka bæjarstjóra fyrir þessar upplýsingar. Mér langar, og vonandi það kannski að klárast, en mér langar að spyrja á hvaða tímapunkti telur bæjarstjóri að við séum komin að endastöð, það að segja að ef ekki hefur verið gengið frá þessum samningum að þá auðvitað aðlögunaráætlunin okkar fallin og frágangur ársreiknings fyrir árið 2017 getur þá ekki miðast við uppskiptingu F-sins. Á hvaða tímapunkti við komin á þá stöðu ef ekki hefur verið skrifað undir að við verðum þá að fara að undirbúa málin upp á nýtt? Friðjón Einarsson. Bæjarstjóri. Eins og forseti ágætu bæjarstjóra, eins og ég sagði áðan að þá ég að vonast til að bara í kvöld og fyrir bæjarráðsfund og 5. daginn að þá verði þetta komið í endanlega útgáfu og
og ég vil fara þá yfir það með bæjarfulltrúum og í bæjarráði og við getum þá skrifað undir það bara mjög fljótlega, helst í þessari viku ef að bæjarráð samþykkir, og annars á mánudaginn eða þriðjudag. Og við höfum rætt það við okkar kröfuhafa að þau áform og þær breytingar sem að í þessu samkomulagsdrögum koma, að þær gildi frá lokum desembermánaðar. Þannig að við höfum rætt þetta við og taki gildi eins og það hefur gengið frá því fyrir áramót. Við höfum rætt þetta líka við endurskoðendur. Þannig að ef þetta gengur allt saman eftir, að þá á þessi dráttur sem að hefur orðið á lokafrágangi ekki að hafa áhrif á gerð ársreikning fyrir árið 2017. Þannig að þetta verður þá alveg eins og með fasteignir Reykjanesbæjar og þar endurskipulagningu sem við gerðum þar, að þó að það hafi að einhverju leyti verið klárað á þessu ári 2018 og gildir það fyrir uppgjörsárið 2017. Já, þetta klárast. Þetta mun klára. Við erum bara eins og ég sagði á, við erum bara að eldastu komur og punta og svona algjör smáatriði að mínu mati. Og ég skil alveg spurninguna og ég skil líka, ég vil kannski kalla það vonbrigði eða það að bæjarfulltrúar eigi vont með að sætta sig við eða skilja akkurat ef við dreifum svona. Við erum bara nákvæmlega á sama stað í þeim efnum. Og samtölin sem við eigum núna við þessa aðila, þau svona kannski bera þess merki líka þegar við erum að tala við þá. En við því miður snúum þess ekki sjálfur og getum ekki haft frekari áhrif á hraða vinnubragða samningsaðalana og þar við bara sittur því miður. En eins og þessi vonandi klárast þetta bara í kvöld, morgun, og ég geti glaður lagt þetta fram í bæjarráð á fimmtudaginn. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Mér þykir þetta aldrei skemmtileg umræða. Ég vil nú eiginlega segja það að fyrsta lagi mistúlka menn orð mín fjölgun íbúa. Þetta bara leiðrétta það strax, það sem ég sagði og meinti og hef margoft sagt og hefur þetta fengið ádeilu fyrir það hérna í pontu. Það er það að fjölgun íbúa hjá sveitarfélögum hefur í för með sér mikinn kostnað fyrir sveitarfélögin. Tekjur aukast en kostnaður eykst meira til að byrja með. Þetta er ekki neinn ný sannindi, þetta er bara svona eins og það er og ég ítreka það. Síðast þegar fjölgaði mikið í Reykjanesbæ fyrir nokkrum árum síðan, árun þessi meirihluti tók við, þá fór sveitarfélag á hliðina. Við ætlum ekki að láta það gerast. Við ætlum að fá tekjundar inn, borga skuldir og byggja til framtíðar. Við ætlum ekki að eyða hlutunum tekjunum 1, 2 og 3. Svo láta menn eins og samkomulag við eftirlitsnefnd aðlögunaráætlun okkar að hún sé eitthvað plagg sem menn getur bara beygt frá. Að það gangi ekki að hafa 150% af skuldaviðmið. Það gangi ekki hjá sveitarfélögum sem er í miklu vexti. Þetta er bara persónuleg skoðun bæjarfulltrúa Böðvars, en það hefur ekkert með lögin að gera og við getum ekki unnið eftir persónuleg skoðun Böðvars þegar lögin segja allt annað. Og eftirlitsnefndin er mjög skýr á því að þetta eru lögin og eftir því verði unnið. Ég veit að þetta verður rætt við alþingismenn og ráðherra og ég get tekið undir það væri mjög hentugt eða væri hægt að hækka þetta, en þetta er bara veruleikin sem við búum við í sveitarfélaginu. Það er 150% skuldaviðmið, takk fyrir. Og meðan að svo þá byggjum við ekki áætlanir fjárfestingar á einhverjum draumum að þetta skuldaviðmið, eða reglunum skuldaviðmið fara út gluggann. Annars ég benda á,
Sko, við gengum út frá því að lækka skuldir, rekstrakostnaðar sveitarfélagsins á 300 milljónir varðandi laun, yfirvinnu og akstursstyrki. Það gekk svona einhverju leyti eftir og við munum fá nánari tölur fjölgun starfa hérna hjá okkur fljótlega eins og bæjarstjórinn nefndi hérna áðan. En þangað til ætla ég að biðja menn ekki að vera með mikla fabuleringar það að við höfum verið að fara eitthvað fram úr okkur í launum. Það er bara alls ekkert gerst. Menn skulum bara skoða fjárhagsáætlun, gjaldahliðina og launahliðina hjá okkur. Hún er bara staðist okkur í einasta ári sem er bara ansi sjaldgæft í þessu sveitarfélagi. Og bara til að ítreka það, þegar að sóknin var gerð, þá tala menn það eins og þetta sé að hafa eitthvað verið einfalt og auðvelt verk að taka á rekstrunum og nú sé við bara farin að spreða á verðbólgan sem byrja hjá okkur. 2 starfsmenn í hagdeild sem hafa gert kraftaverk og eftirlit með fjármálum sveitarfélagsins. Launadeildin sem var löngu sprungin og fólk sagði upp í hrönnum, allir sem fóru að vinna þar, bætti við einu starfsmann. Sálfræðingur var fenginn til að sinna skólamálum og fræðslumálum betur en við gert áður. Veit ekki betur til en allir hafi verið mjög sammála þar ráðningu. Af því að sjálfstæðismenn voru á þessum tíma mjög ósáttu við það hvernig við sameinuðum íþróttamál og fræðslumál undir einn sviðsstjóra og það getur verið hættulegt. Við réðum sálfræðing og hegðunarstjóra og menn voru allir sammála þeim ráðningum. Skjalastjóri, það er bara lögin sem krefja okkur það. Og tölvudeildin löngu sprungin sem við þurftum að bæta við. Þetta er ekki 20% af starfsmönnum sveitarfélagsins, það er alveg ljóst. Eða 20% af starfsmönnum sem vinna á tjörningu 12. En við skulum bara taka þessu umræð þegar við erum búin að fá tölunar, sjá hvernig status er og þá getum við rifist það ef menn finnst það sé verðbólga í starfsmálumálum. Annað varðandi strætó. Af því það kosta lítið þá skulum við ekki láta það kosta neitt. Ég er bara algjörlega ósammála því. Af hverju á það ekki að kosta neitt? Bara því að kosta lítið. Hvers konar hundalógi gert það? Það er bara prinsip í mínum huga að það hlutinni kosta og við eigum að geta fela það undir einhver öðru. Þó svo menn vilja koma hérna fram að því að eru kosningabráðum að segja þetta er hræðilega dýrt. Hringið til Reykjavíkur, það er 10 sinnum dýrara fyrir fatlaða, 10 sinnum fyrir nemendur. Ég ólst upp í Reykjavík og stórum hluta, ekki krónu í afslátt í strætó, aldrei. Við vorum að ræða það hérna, ég og bæjarfulltrúi Árni, maður gæti ekki strætó á 12 mínútna fresti í skólan. Ég held ágætu bæjarfulltrúar að við þurfum að horfa eins á raunveruleikana eins og hann er. Við vitum öll að við þurftum að gera samning við kröfuhafa. Sveitarfélagið hafi farið illa og við þurftum að gera samning. Við höfum unnið vel saman í því að endurreisa Reykjanesbæ út af þessum klemmu sem við lentum í og það verður að segjast alveg svo að það hefur gengið ótrúlega vel. Með hjálp allra bæjarfulltrúa, gengið ótrúlega vel. Ég legg til að við þegar við viljum ræða mál að þá skulum við setja það upp á eðlilegan hátt og umræða að 2000 krónu gjald fyrir fatlaða og börn og öryrkja, ef það er orðið á mikið á einu ári. Þá getur bæjarfulltrúi, ég ætla nú aðeins að fá að taka þátt í þessar umræðu sem mér hefur nú fundist þeirra bara ánægjuleg og skemmtileg. Kannski að ég byrji á það sem að bæjarfulltrúi Friðjón endaði varðandi þetta gjald í strætó sem að bæjarfulltrúi Böðvar minntist nú hér áðan að hefði fyrsta tillaga hafi verið 150 krónur fyrir ferðina sem var svona viðmið miðað við Reykjavík þar sem að börn í Reykjavík voru að borga hálft strætógjald. En við fengum fyrirspurn frá foreldrum fatlaðra barna eða óskum það að þau sætu við sama borð og önnur börn í þessu sveitarfélagi og borguðu þá þar af leiðandi þennan 2000 kall og við urðum við því. Það var nú allur galdurinn í þessu. Við urðum bara við þeirri beiðni foreldra að allir sætu við sama borð.
flóknara var það nú ekki. Svo geta menn auðvitað rífist það hvort það eigi bara að leggja gjöld yfir höfuð. Við erum endalaust að leggja gjöld, líka börn. Það er bara þannig. Það er alltaf verið að leggja gjöld á börn. Við erum nýbúin að taka gjöld af börnum sem að heita ritföng sem við búin að leggja hér á í áratugi. En við urðum nú við því að draga það tilbaka. Þannig að það er svona eitt og annað sem að vera að gera, sumt til í plús og annað í mínus. En sveitafélag og sveitafélög lifa og ríki á skattheimtu. Það eru þær tekjur sem að við höfum nú milli handana. Spurningin erum við að gera eins vel við íbúa við getum og forgangsraða rétt og jafna byrðum á milli hópa. Það er kannski það sem við þurfum að vera að horfa á. Menn erum búin að vera að tíðrætt fjölgun starfa og þetta hafi nú kannski verið bara ágætt þegar menn lögðust í þeirra aðgerðir sem að okkur var uppálagt í sókninni og í þeirri aðlögunaráætlun sem að var undirrituð í samkomulagi við ráðherra. Það sem ég held að hafi komið út úr þessu, það var sko að við bjuggum til launauppbyggingu sem að var, eða launastruktúrinn var miklu eðlilegri. Og það hefur ekkert að gera með fjölgun starfa. Það var, eins og hér var nefnt af bæjarfulltrúa Baldri, þá hafði Haraldur Líndal bent á það að hér væri borgað mikil yfirvinna. Og hér væru fólk sem að varla færi út úr ráðhúsinu á bensínstyrk sem næmi 20.000 á mánuði. Og þetta var auðvitað óeðlilegt og eðlilegt að þeir skoðaði breytingar á þessu sem að var gert, ekki mikilli þökk margra hér við þetta borð. Síðan þá hefur auðvitað hafa menn verið að rýna í þá þjónustu þætti sem að við hefum verið að sinna hér og það hefur ýmislegt komið í ljós. Það er ekki bara það að við höfum verið að fjölga, við höfum verið að bæta við á ákveðnum stöðum sem hafa komið sveitarfélaginu til hagsbóta. Hér voru nefndur launadeild og hagdeild. Ég þykist vita það og við vitum það að við að gera þetta þá tókum við talsvert af vinnu endurskoðanda sem var unnin út í bæ, fjarska dýr, bara hér inn á gólf. Og það var ákveðið hagræði að gera það með þeim hætti. Þannig að við höfðum aðgang að fólki sem að gat sett upp fyrir okkur þá hluti sem að við þurftum og þurftum ekki þá að leita til sérfræðinga út í bæ. Þetta auðvitað hafði áhrif á kostnaðin hér en minnkaði þá kostnað af útseldri þjónustu sem annars hefði verið. Þannig að það er auðvitað ýmislegt sem að þarf að skoða. Þetta er ekki bara hrein tala 20% aukning á starfsmannafjölda. Við fengum beiðni það að við þyrftum að ráða hér sálfræðinga og við tókum þetta þannig að hálfur starfsmaður fór í fræðslumálin og hálfur í velferðarmálin og þetta hefur bara hjálpað til og hefur gert bara verulegt gagn og ég held að við hefum bara að vera stolt af þessu, að við séum að gera vel á þessu sviðum. Ég græt það ekkert að við skulum áætla tekjur lægri heldur en það eru. Mér finnst það bara frábært. Að ég sé eitthvað sorgmættur yfir því að tekjurnar séu meira heldur en ég áætlaði. Nei, ég er áttur á móti glaður yfir því að gjöldin skulu vera á svipuðu róli og við höfum áætlað. Það þýðir það, sýnir það að menn eru að leggja fram réttar áætlanir útgjöld og ekkert að leyfa sér það að eyða umfram þá útgjalda áætlun sem að hafi verið lögð fram. Það að við skulum hafa tekjur umfram það sem við gerðum ráð fyrir gerir það að verkum að við getum þá hugsanlega komist fyrr frá eftirlitsnefndinni. Og við hljótum öll að fagna því ef þannig verður. Að við séum ekki kannski til 2022, við getum kannski bara verið til 2021. Og ég held að við séum
yrðum bara glöð með það ef að slík þróun ætti sér stað. Og við erum, eins og hér var bent á, þá hefur staðan skánað. Við eigum auðveldara með orðið að standa við skuldbindingar okkar og það að við eigum til í handráðanum fjármuni sem geta gert að verkum við getum borgað fyrir lánin, það er bara að finna góða. Auðvitað eru margir ósáttir við það er fastnægna álögur sem að birtust okkur núna með blaðið frá Reykjanesbæ og maður hefur lesið það á samfélagsmiðlum að fólk hefur ekkert verið glatt. En ef að þetta er rétt sem að bæjarstjóri segir hér, að þetta sé 1580 milljónir þegar að við gerðum ráð fyrir 1550 í aðlögunaráætluninni, þá erum við bara að gera það sem að við þurftum að gera. Að þessar væntu tekjur sem að við gerðum að fastnagjöldum, þær eru að skila sér. 30 milljónir eru náttúrulega bara dropi í hafið, þannig að það er ekki einu sinni það að ræða. Þannig að ég held að ef að þetta er rétt sem að hér kemur fram, að þetta séu 1580 milljónir, þá erum við bara nokkuð nærri lagi með að hafa lækkað þetta þetta sem að hér var rætt á það. En ég held samt að við þurfum bara að vera bara varkár. Við sáum það í fyrra, við fengum á okkur lífeyrisskuldbindingu sem var, held ég að mér minnir ekki, upp á næstu milljarð. Og við erum núna í yfirfærslunni til brúar að sjá fram á lífeyrisskuldbindingar eða tölur upp á 1,2 milljarða. Og þetta er ekki tekið á götunni eða tekið hér úr einhverju skúfu. Þetta kostar, við þurfum einhvern veginn að afla fjármuna til þess að eiga fyrir þessu. Þannig að það eru auðvitað ýmislegt sem getur gerst. Það að íbúafjölgun hafi verið eins og hún hefur verið, það þýðir ekki það að hún verði það til framtíðar. Það að tekjuaukinn hafi orðið svona mikill á árinu 2017 þýðir ekki það að hann verði það endilega á árinu 2018. Við höfum séð tekjuauka áður í þessu sveitarfélagi, en þó var það þannig að menn voru ekkert í mjög góðri stöðu þrátt fyrir tekjuaukan. Við skulum vona að okkur beri gæfa til þess að nýta þann tekjuauka sem að nú þegar hefur skapað til þess að greiða niður lán. Menn myndust hér á verðbólgu í aðdraganda kosninga, jú, auðvitað eru margir farnir að velta fyrir sér kosningum. En það sem að hér hefur verið nefnt, fjölmenningarfulltrúi eða verkefnastjóri fjölmenningar og verkefnastjóri viðskiptaþróunar, menn gerðu ráð fyrir þessi fjármunum. Við vorum farin að ræða þetta löngu fyrir áramót og við lögðum til við gerð fjárhagsáætlunar að það eru settar 50 milljónir til viðbótar inn í Órastafað og þannig að við eigum fyrir þessum útgjöldum sem að munu fylgja ráðningu þessara einstaklingar sem að munu sinna þessu. Orðalaust. Það er ekki fleiri sem að kveða sér ljós fundargerðir bæjarráðs. Þeir sem geta fundargerðir bæjarráðs eru beðnir um að gefa merki. Þær eru samþykktar 11.0. Þá er komið að lið númer 2 sem er fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 17. janúar. Orðalaust. Ingi Gerður. Sæmundsdóttir gerði svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, gestir og bæjarstjóri. Ég ætla að koma undir fyrsta lið í fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs þar sem að er verið að veita 500 kr. styrk til æfingaaðstöðu fyrir knattspyrnudeild Keflavíkur. Samkvæmt mínu gögnum þá kostar þetta 2 milljónir og mér finnst 500.000 kr. bara fyrir heila deild eru 2 milljónir heilmikill peningur. En fyrir bæjarfélagi er þetta kannski ekki það mikið. Þannig að ég var fyrir miklu vonbrigðum að sjá að aðeins 500.000 kr. voru veittar í þessa beiðni til að bæta æfingaaðstöðu vegna fjölgunar á þáttakendum í ört vaxandi bæjarfélagi. Og þarna mættu forsvarsmenn deildarinnar á fund, voru með flotta kynningu og þetta er mikið kappsmál fyrir þá að fá þennan pening
og vildi bara koma upp og nefna þetta. Orðlaust Friðjón Einarsson. Ágætu bæjarfulltrúar, það er stutt vegna þessa erindis frá knattspyrnudeild Keflavíkur. Minn á það að þetta var ekki í fjárhagsáætlun, hafði ekki komið fram áður en fjárhagsáætlun var gerð. Við bæjarstjórn lagði til, þrátt fyrir það, 2 milljónir fyrir jól í þetta verkefni og til Njarðvíkur og Keflavíkur. Skipt 70-30 þar á milli og síðan núna 500.000 til Keflavíkur og við höfum margítrekað við stjórnir knattspyrnufélaganna beggja að svona óskir þurfa að komast til að fjárhagsáætlun er gerð, ekki eftir á og þess vegna kannski var þetta ekki meira. Það hafa ekki fleiri hvað sér ljós fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs fyrir bænum geðmerki. Hún er samþykkt 11.0. Þá er komið að lið númer 3 sem er fundargerð barnaverndarnefndar 22. janúar. Og hún er lögð fram en er hér að sjálfsögðu til umræðu ef einhver vill tjá sig hana. Ég ætla að leyfa mér að gera það. Þarna koma fram atriði sem okkur ber að huga að. Það er í þessari lýsingu starfsmanna þá eru mál sem eru til meðferðar hjá ráðinu og starfsmönnum að fjölga og þau eru að þyngjast samkvæmt fundargerðinni og það er rétt að við skoðum það með einhverjum hætti og fáum nánari upplýsingar um það og ég held að og við munum á ósk eftir því að fá það inn í bæjarráð upplýsingar um það að einhverju starfsmenn mæti þá til okkar gera okkur grein fyrir í hverju þetta felst. En orðuðlaust fundargerðina. Það er ekki fleiri sem að kveða sér ljós þessa fundargerð en hún er, eins og ég sagði, lögð fram. Þá er komið að fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 23. janúar, orðuðlaust. Það er enginn sem kveður sér ljós fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru bennum geðmerki. Hún er samþykkt 11.0 og þá er dagskráin tæmd og við gerum hlé og fundirum á meðan að við göngum frá fundargerð. Forseti, fundargerð 537. funda bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldin að Tjarnargötu 12, 7. febrúar 2018 klukkan 5. Viðstaddir Árni Sigfússon, Baldur Þ. Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Alexander Ragnarsson, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir,
Kristinn Þór Jakobsson, Ingigerður Sæmundsdóttir, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri, Ásbjörn Jónsson ritari og í forsæti var Guðbrandur Einarsson. Fyrsta mál, það er fundargerðir bæjarráðs 18. og 25. janúar og 1. febrúar 2018. Forseti gaf orðið laust fundargerðirnar til máls tóku Böðvar Jónsson, Fríðan Einarsson, Gunnar Þórðarson, Kjartan Már Kjartansson, Baldur Guðmundsson, Kristinn Þór Jakobsson og Guðbrandur Einarsson. Fundargerðirnar samþykktar 11-0. Annað mál, fundargerðir íþrótt- og tómstundaráðs frá 17. janúar 2018. Forseti gaf orðið laust fundargerðin til máls tóku Ingigerður Sæmundsdóttir og Fríðan Einarsson. Fundargerðin samþykkt 11-0. Þriðja mál, fundargerð barnanefndar 22. janúar 2018. Forseti gaf orðið laust fundargerðin til máls tók Guðbrandur Einarsson. Fundargerðin lögð fram. Fjórða mál, fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar 23. janúar 2018. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Fundargerðin samþykkt 11-0 án umræðu. Fleiri ekki gert. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru bennum ekki að merki. Hún er samþykkt 11-0. Fundargerðin verði því undirrituð. 537. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar er hér með slitið.